sæl. Í þættinum í dag ætlum við að tala krabbamein og kynheilbrigði. Og ég hugsa strax þegar einhverjir heyra þessi tvö hugtök saman í setningu að þá velti einhverjir fyrir sér, skiptir kynlíf einhverju máli þegar maður er að takast á við illvegan sjúkdóm og reyna að ná bata. Og já, það skiptir máli. Þó ekki væri nema bara til þess að efla nándina sem að við þurfum öll á að halda, hvort sem við erum að glíma við sjúkdóma, við veikindi eða ekki, og kannski einmitt ekki síst þegar við erum með storminn í fanginu í líf okkar að glíma við það að ná heilsu. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið góða konu, Hanna Katrín Ösp Jónsdóttur, hjúkrunarfræðing hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Og á almennu göngudeildinu upp á sjúkrahús. Vertu velkomin. Takk fyrir. Sko, ég langar bara fyrst af öllu að spyrja þig, svona persónulega, hvaðan kemur þessi áhugi? Þú ert hjúkrunarfræðingur, en hefur haft mikinn áhuga á bara kynheilbrigði og kynheilbrigðismál. Já, ég hef búin að hugsa þetta stund sjálf, hversu langt aftur nær þetta eiginlega. Og ég held að það hafi bara nánast alltaf fylgt mér. Ég hef alltaf verið mjög forvitin að eðlisfari líkamann og svona. Og við systkinin, við erum mjög opin öll og við höfum getað talað mikið við hvert annað okkar vandamál og spurningar og allt saman og þó sem ég sé kannski búin að vera opnust og hefur oft komið systkinum mínum í óþægilega stöðu, þá er þetta samt búið að, ég held að þetta hafi mótað mig og systkinin mín alveg svolítið líka. Ok, en þá grípi boltan, á hvað aldri eru þau? Eru þau nálægtir í aldri eða eru þau mikið eldri eða hvernig er það? Nei, já, nú einn hálfbróðir sem er elstur, við höfum ekki mikið talað saman þetta, en svo ég annan stóru bróðir, hann er 8 árum eldri ég og eina sem er 5 árum eldri ég, hún er líka hjúkrunarfræðingur og svo ég aðra sem er 6 árum yngri ég. Já. Ég held að hungriði hafi kannski fengið að þola mest af þessu. Já, eða græða mest af þessu. Eða græða mest. Og foreldraðinir, er þetta eitthvað úr uppvextinum sem hefur ítt undir þetta? Herði, ég get ekki sagt að þau hafa ítt undir þetta. Það hefur meira verið svona, Katrín mín, farðu nú að lokaðu mununum. Hugsaðu áður og talar. Hætt að vera svona forvitin. Þetta er ekki við þetta. Og ég man alveg eftir því þegar ég var búin að mana mig upp í það að segja við mamma og pappa minn langaði svo að læra að verða kynfræðingur. Og ég var búin að elda fínan mat og þetta var eins og ég væri að fara að segja mig hverja slæma fréttir og mamma alveg á nálum, hún vissi hvað ég var að fara að segja pappa og svo hugsaði hann eitthvað að hann mátti svo sem vita þetta. Já, mátti búast við þessu. Hann mátti búast við þessu. En þú varst að skoða þetta í þínu hjúkrunarfræði námi, þú varst eitthvað að skrifa þetta ritgerðir og annað, eða ekki? Nánast allt mitt nám litaðist af þessu. Bara ef að við fengum lausa taum, máttum velja okkur umræðuefni, hvort sem var tengt einhver ákunnu, þá var alltaf þetta og ég þurfti alltaf svona að hugsa hvaða áhrif ætli þetta hafi á kynheilbrigði fólks. Öll lyf og til dæmis mjög þekkt að þunglyndislyf, nánast bara flest þunglyndislyf, þau hafa gríðarlega mikil áhrif á kynheilbrigði. Og þetta finnst mér vera bara svo, þetta er svo mikið tabú, það má aldrei ræða þetta. Og þess vegna kannski líka einmitt að því við erum að ræða krabbamein og kynheilbrigði þessum þætti, en áheyrendur geta alveg heimfært þetta yfir á aðra, kannski önnur veikindi og aðra sjúkdóma en krabbamein, þannig að því það eru alveg aðrir erfiðir sjúkdómar og það sem eru lyfjameðferðir og annað sem að fylgja einhver svona vandkvæði. Hjarta- og æðasjúkdómar, lungnasjúkdómar, þessi sjúkdómar hafa mjög mikil áhrif á kynheilbrigði. Það er mæði og annað sem er að trufla og það getur haft bara mikil áhrif á líf fólksins til þess að stunda kynheilbrigði. En þegar fólk greinist með krabbamein og ég veit að þú ert á vettvangi þegar fólk er að fá slíkar fréttir og ert að hlúa fólki í því, kemur þetta þá upp í samtölum snemma eða gerist það kannski eitthvað seinna? Nei, það gerir það yfirleitt ekki en og það er hlutur sem þarf að breytast. En ef við hugsum bara krabbamein, þá er yfirleitt þegar áður fólk greinist, áður að fara greininguna, þá er einkenni búin að eiga sig, það er einhver einkenni búin að vera að hrjá einstaklingin. Alveg sama hvers konar krabbamein er með, það er yfirleitt einhver einkenni búin að vera til staðar, hvort sem hann hafi áttað sig á því eða ekki, þetta væri í rauninni einkenni alvarlegs sjúkdóms. Og oft verður kynheilbrigði mjög fljótt fyrir áhrifum og til dæmis er hægt að tengja ef að mjög ungur karlmaður fyrir að hætta að geta fyrir að vera með risvanda þá getur það oft verið orsök eitt af einkennum alvarlegra sjúkdóma þó svo sé líka
það má ekki gleyma því að risvandi alveg að hrjá ákveðin hóp karlmanna. Já, og getur verið bara sálræn. Og getur verið sálræn og það getur verið mjög margar ástæður fyrir risvanda. En hann getur líka stafað. En hann getur líka verið og það má ekki gleyma því að þegar einstaklingur fer til læknis og segir ég er með risvanda þá þarf að skoða hans söguna, það þarf að vita hvað að valda þessu. Og þetta líka við konur, veist, af hverju allt í einu öll löngun dotti niður eða af hverju ég allt í einu orðin rosalega virk, veist. Og hana hvað að breyta svona mikið í þessu fari. Þetta geta verið einkenni sjúkdómsins sem að byrja að koma fram. Þannig að þegar fólk kemur í sitt fyrsta viðtal, þá eru kannski þegar orðin vandamál. Það kannski eitthvað komið upp, en það gleymist mjög fljótt þegar það heyrir að það sé með lífsógnandi sjúkdóm. Þó svo flesti telja sig kannski ekki myndi bregðast rosalega ykt við ef að þeir fengi ykkur svona greiningu, þá held ég að langflestir verða mjög hræddir við það að fá, þó svo það komið svo fljótt eftir þessi tegund krabbamein vel læknanleg og langflesti lifa og allt það. Það bara orðið. Orðið krabbamein bara fólk hrætt við þetta. Og það hefur alveg búið að sýna sig að bara strax frá því að greining á sér stað, þá verður fólk fyrir áhrifum. Bæði konur og karlar. Og bara það að vita að það sé með þetta. Bara það að vita að það sé með þetta. Og svo bara svo mikilvægt að við sem heilbrigðisstarfsmenn látum fólk vita að margar og eiginlega flestar af þeim meðferðum sem við bjóðum upp á hafa einhvern nátt áhrif á kynheilbrigði. Og sér í lagi ef þau hefur áhrif á frjósemi og einstaklingun enn á barneignaraldri og það ekkert enn til okkar áætla hver á barneignaraldri. Nei. En það mjög mikilvægt að opna þessa umræðu. Hafður hugsaðir frekari barneignir í framtíðinni? Og ef svo þá þarf náttúrulega að gera viðeigandi ráðstafanir fyrir því. Það þarf að reyna aðstoða konur ef það einstæðar að geta frjóka egg, en það ekki eins og staðan í dag. Svo best sem ég veit, þá ekki hægt að frysta egg án þess að það sé búið að frjóka það. En það samt tækni sem komin, en ég held hún sé bara ekki alveg klár og ég held hún sé ekki komin á hér til hans, en ég ekki alveg viss um það. Nei. Og en hins vegar hægt að frysta sæði. Og það þarf að hugsa þennan part fyrir fólk. Þannig að þetta ekki efst í hugunum á fólki og það mjög sárt eftir á að hyggja fyrir þessa einstaklinga. Ef einhver hefði gert eitthvað eða sagt eitthvað, þá gæti fólk kannski eignast barn eftir og með fyrir líkur. Og það ekkert, þú segir það ekkert mörg ár síðan að maður fór að heyra talað þetta, lét hún frysta egg eða létu þau frysta, það ekkert langt síðan, en það alltaf vitað að lyfjameðferðir hafa verið viðhafðar í mörg áratugi, þannig að það bara mjög margt fólk sem að fór í gegnum lyfjameðferð og komst síðan að því að það var ekkert að fara að geta eignast börn. Því miður það bara ekkert langt síðan. Það bara ennþá að gerast í dag og hér heima á okkar. Og við gerðum með mitt lokaverkefni í hjúkruninni á fræðinni, ég og tvær vinkonur mínar, Guðlaug Linda og María Einarsdóttir, sem reyndar iðjuþjálfi og Guðlaugur hjúka. Og þar fórum við og töluðum við konur sem hefðu greinst ungar með brjóstakrabbamein. Og mér langaði mig bara að vitna í eldsnögt eina setningu upp úr þetta það sem gerist bara hér á landi. Og hér segir hún, það aldrei á neinu tímapunkti sagt mig, lyfjameðferðin getur eyðilagt eggin þín, vilt þú og maður þinn fara og láta frysta egg? Maður fékk krabbamein og ég lifði það af, en að þurfa að hugsa og lifa með því að ef einhver hefði sagt mér að eggin mín getur eyðilagst, þá ætti ég kannski barn í dag. Þetta svíður. Þetta náttúrulega bara önnur sorg. Eftir að kannski vera búin að ná bata, þá tekum við þessi sorg. Já, með þetta svolítið, þú nefnir orðið sorg. Og ég búin að lesa alveg gríðalegt magn af heimildum þetta efni. Og það mjög algeng setning að fólk segir, fyrst kemur greiningin með sorginni, reiðinni, áhyggjum, kvíða. Svo kemur bara eftir á þegar það búið að komast yfir þennan lífsógnandi part sjúkdómsins, það meðferðnar og það að útskrifast úr meðferðunum og þá uppgötvar það sig að kynheilbrigðið þessi kynheilbrigðsvandi komið til að vera, þá kemur upp aftur samskonar, þarna kemur sorgin, eftirsjáin, kvíðin, áhyggjur og mér langar svolítið að það sé gripið fyrir inn í. Að það sé opnað og það þarf einmitt kannski að hafa heilbrigðisstarfsfólk eða fagaðilar þurfa kannski að hafa svolítið frumkvæði að því af því að þetta fólk svo
bara lamað við þessar fréttir og kannski nær bara fókusera á það eitt að bíddu er ég að fara í einhverja meðferð. En sko, og það er svo gott að tala svona hjúkrunarfræðinga því þið talið alltaf svo eðlilegan hátt eða við kemur líkamannum. Sko, hvaða sko, vandi getur sko, komið upp? Bara, og sko, nú ætla ég einmitt að segja, sko, við ætlum að tala það kannski á eftir, þú veist að kynlíf náttúrulega ekki bara samfarir, en svona, ef við tölum bara það, samfarir, þú veist, þegar þú ert að fara í gegnum krabbameinsmeðferð og þú ert í lyfjameðferð og allt þetta, þú veist, hvaða vandi getur komið upp bæði á körlum og konum? Já, þetta í rauninni mjög svipaði vandi hjá báðum kynjunum, nema það náttúrulega augljóslega, karlmaðurinn, hann fær risvanda og það það sem hefur kannski einna helst fengið viðurkenningu. Það verið að tala hennar risvanda hjá karlmönnum og hvað hægt að sporna við honum. Það er ýmist lyf í boði og það til pumpur og það hægt að, það kannski einna helst áranguríkast. Það þessar pumpur, það að pumpa hann upp, setja svo svona teygju á til þess að halda risninni. Já, aldrei heyrt þetta. Nei, það ýmislegt til, sko. Og það hægt að gera til þess að viðhalda því, en það þarf ekki til að það gangi upp og þá þarf svolítið að hugsa hvað annað hægt að gera og það sem er svolítið athyglisvert og maður veit einmitt ekki að karlmaður getur alveg fengið fullnægingu þó að hann geti ekki fengið bara svo við sleppum að spúnir. Það þarf bara að það og þá honum rís ekki hold sem skrifur. Þannig að þá hægt að hann getur fengið fullnægingu og hann getur líka fengið sko fullnægingu þó hann getur ekki fengið sáðlát. Það líka sko eitt af partur sem það sko vandi við sko svo ég fari alveg úr einu í annað, þá byrjar það að ef við hugsum þetta í smá hring, þá það löngun, ef við hugsum hana fyrst og svo það getan til að stunda samfarir og svo getan til að fá fullnægingu. Ef við hugsum bara þessa 3 þætti sem eru samt miklu breiðara samhengi, en ef við hugsum bara út frá þessum 3 þáttum, þá verður maður að hugsa, hvar er truflunin? Kannski hún á öllu sviðum, en kannski hún bara á einhver einu og þá getum við svolítið aðstoða fólki þar og það löngunin er eitthvað sem búið að hafa áhrif á löngunina, er líkamsímyndin breytt, hans hlutverk breytt, er hann orðinn farin úr því að vera þessi sterki fjölskyldufaðir sem hann var alltaf áður í það þurfa að þiggja mikla aðstoð heima. Það að vera umönnunar, þiggja umönnunar. Og þetta breytta hlutverk getur haft alveg gríðarlega mikil áhrif. Það sem hefur líka mikil áhrif á karlmenn er það er líkamsímyndin, það að vera að þeir eru að missa svona karlmennsku. Þetta svolítið það sem að sjá, ég stuðaði mér svolítið fyrst þegar maður að lesa svo rannsóknir, það að vera að tala á konur, það er svolítið léttast og líkamsímyndin breytist í þeim, en það að tala áhrif á karlmennskunni hjá körlum. En það er eiginlega svolítið rétt orð, en það er þegar þeir vöðvarnir rýrna og þessi karlmannlega geta sem þeir hafa oft umfram konurnar, hún rýrnar. Það er getan til þess að vera þessi sterki. Og það hefur líka mikil áhrif á það. Það er bara að vera sko, líkamlega sterkari aðilinn í sambandinu. Þetta er partur af karlmennskunni. Svo maður sé pínu alhæfa. Sem er samt þessi eldgamla inngróna mít eða afstæða kannski bara sem að við annarkvort viðkennum eða viðkennum ekki. Já. En þetta stuðaði mig alveg fyrst sem svona pínu feministi og svona þá var þetta alveg fúlt að sjá svona orðalag en þegar maður fór aðeins að rýna betur í þetta þá skildi ég merkinguna bak við þetta betur. En það er meira sem það er þessi vandi hjá þeim til þess að geta þetta og svo er þessar sáðlátstruflanir og líkamsímyndin. Það er einna helst þessi þættir og vandi við að fá fullnægingu. Og það þarf bara pínu að kenna fólki kannski aðra leiðir til þess að komast á þennan stað og kannski og eins og fyrir marga þá skiptir fullnægin ekki öllu máli heldur að geta átt sér einhvers konar samlífi með makanum. Það getur haft meiri áhrif. Fyrir konurnar, það er þurrkurinn. Þetta hljóma kannski létt að segja bara þurrkur og þá bara sleipefni og þá er það bara leyst. En þetta er miklu svolítið, þetta er meira máli það en þetta á sama tíma er alveg hægt að leysa þetta með því að tala um þetta, vinna með þetta og þá getur maður alveg Er þurrkurinn oftast aukaverkanir af lyfjum? Já, hann er og bara greiningarnar, þetta líkamsstarfsemin öll bara undir áhrifum og það hefur eiginlega bein og óbein áhrif á slímmyndun. Og
slímhúðarmyndun. Svo svo að þannig þær eru upp á verki. Það er samt verkir við að hafa samfarir. Já. Og þær fá sár, springur auðveldlega húðin hjá þeim. Og það er slímhúðin svo viðkvæm. Og þær eru hættari við að fá sýkingar. Já. Og það er svona margvísleg áhrif. En svo er annað að hana sumar bæði geislameðferðin og sumar lyfjagjafir geta valdið því að leggöngin þrengjast, styttast og geta jafnvel gróið alfarið saman. Okay. Og þetta líka við liminn, hann getur líka styst og bara minkað umtalsvert sem getur haft mjög mikil áhrif á ímynd hans. Já. En hana með konurnar, þegar það er náttúrulega, þær eru mjög veikar, svo þegar þetta er gírinn og eru ekki búin að fá neina fræðslu, þetta er gírinn, sem var orðað þetta svona fræðslega, þá er kannski bara allt lokað og læst. Já. Og það er bara eitthvað, og þær vita ekkert... Já, þegar það er allt í einu verða kannski bara tilbúin til að stunda kynlíf, komnar yfir einhvern hjalla, þá bara allt í einu er ekki hægt. Og þá er bara búið að gróa saman. Og þá er það eina sem hægt er að gera í því. Það er bara eins og þegar fólk þarf að fara í kynskipti aðgerð, það sem eru svona stautar sem eru notaðir. Þess vegna er svo mikilvægt að grípa inn í sem allra fyrst og fræða fólk, ekki með hræðsluáróður, heldur bara með því að segja að ef að þið stundið samfarir eða jafnvel bara nota víbrator eða eitthvað slíkt, þá er verið að viðhalda þessari getu leggangana til þess að styrknum þeirra, til þess að halda sér opnum og þetta getur þetta getur bæði komið í veg fyrir og þetta getur senkað vandanum og dregið úr honum. Þetta er þannig að það er allt skiptir svolítið miklu máli og líka bara ef þú ert upplýstur hvað getur skeð, þá ertu minna feiminu við að koma og tala um það. Já, akkurat. Staðið fyrir eins og þú ert að segja hérna hluti við mig og ég náttúrulega hef ekki reynslu að fara í gegnum krabbameinsmeðferð, en einmitt þú veist, ég hef ekki hugsað út í þetta til dæmis, ég hef hugsað út í að þetta lyfin geta eftir þessi aukaverkanir, eins og þetta með geislameðferðina og samgróning og eitthvað svona, þetta er eitthvað sem maður myndi ekkert vita ef maður var alltaf komin í þessu stöðu að fara í gegnum þetta. Já, og langflestir, eins og þú segir, þú ert ekki með neina reynslu í þessu, langflestir hafa ekki reynslu. Nei, nákvæmlega. Þú ert að mæta þarna, sumir hafa nánast ekkert farið inn á sjúkrahús og þekki ekki neitt, þau eru bara komnir og þau leggja bara allt sitt traust á hjúkrunarfólkið og læknana sína. Og svo er alltaf bara talað um sömu hlutina, það er talað um hármissi, hvað áhrif það hafi og það er talað um, þú veist, er hún þreytt eða hann þreyttur, þú veist, eftir meðferðina, ógleði og eitthvað svona. Já. Það er bara aldrei talað um þetta og þess vegna sagði ég einn upphafi, það er svona eins og þetta bara sé eitthvað sem fólk hugsi bara, heyrðu, þetta getur nú ekki verið eitthvað atriði, sko, þegar maður er nú glímaður krabbameinsmeðferð þá bara geymir maður kynlífið. Og það er þannig, fólk segir það líka, maður opnar umræðuna og það segir, já, nei, þetta er ekkert sem skiptir okkur máli, ekki núna. Nei. En svo er það kannski 1-2 árum eftir að meðferð lýkur, þá er fólk orðið ansi óþreyjufullt og þá er það ennþá bara svolítið týnt, við get ég talað þetta og hana. Mín reynsla er alveg svo að því miður alltaf margir heilbrigðisstarfsmenn feimnir við að tala um þetta. Já. Og þess vegna er mjög mikilvægt eins og það sem þú ert að gera núna. Þú ert að bjóða mér að koma hérna og ræða þetta. Að við þurfum að brjóta svolítið ísinn og við þurfum að láta vita. Þú mátt koma og tala um þetta við mig og það er ekkert mál. En það er svo hollt að stunda kynlíf. Ég meina, er það ekki þá bara rosalega mikilvægt fyrir fólk sem er svona veikt? Til þess að, sko, er það ekki bara eitt af því? Ég meina, fínt að taka út mjólkurvörur og breyta mataræðinu og svona. Er svo ekki bara líka alveg bara er þetta ekki bara ein meðferðin? Að stunda bara svolítið kynlíf og reyna að gera það? Fyrst að það er bara mjög gott ráð. Ég hef ekki hingað til mælt með þessu akkurat. En hins vegar mæli ég bara almennt með þessu. Ég meina að það verður alls konar losun á boðefnum sem eru góð fyrir mann og... Já, og það er það. Það er alveg rétt. Og það er þessi losun á boðefnum. Þetta, þeir geta valdið slökun. Það hjálpar þeir að slaka vel á. Þú er betri svefn á eftir. Og þetta getur dreigu verkjum eins og það er búið að vera húrraða þegar konar segir með hausverk og með túrverki og allt þetta það er náttúrulega, og það er langt síðan að karlmenn komið fram, þetta er ekki rétt og leiðréttu það sko en það er samt alveg, þetta getur alveg verið rétt, þetta getur hjálpa til við að losa alla þessa verki. Já, og ég meina að kynlíf er náttúrulega rosalega mikið, menn við spyrjum oft og tölum það prestar við fólk í hjónaviðtölum sem er á erfiðleika sínu hjónabandi, þú veist, þá er alveg
relevant, svo ég tala nú góð íslensku, spurning að spurja fólk, þú veist, stundið þið kynlíf, skilur, eða samlífi bara alveg horfið úr sambandinu. Þú veist, það segir heilmargt, skilur. Það getur bara sagt heilmargt stöðu mála og að því það segir manni það vantar allar nánd, sko, En þá getur fólk hugsað, ok, þú veist, kannski ekki fólk með heilsu til þess að stunda þetta kynlíf sem við hugsum þú veist, sem samfærir og eitthvað svona. En það bara kynlíf svo margt fleira. Það akkurat málið, þetta svo margt og það svo margt hægt að gera. Og ég til dæmis, áður en ég fór að skoða þetta eitthvað og að lesa þetta, þá maður með svolítið þrönga sýn á það hvað kynlíf En kynlíf svo miklu meira og líka minn býður upp á svo miklu meira heldur en þetta hefðbundna. Þú veist, svo ég nefni bara, þú veist, húðin þín, hún hefur áhrif. Þú getur örvað líkamann, ef þú getur ekki örvað þessi ákveðnu svæði sem þú ert vanur örva, þá getur örvað líkamann með kíkli, léttum strókum og fleira, bara með húðina, bara strjúka húðina við það. Þá getur þú örvað. Svo líka til dæmis munnurinn, kossar allut. Þetta kannski hlutur sem svolítið vanmetinn í krabbameinssjúkdómum vegna þess að eina af algengust aukaverkununum, það þessi þurrkur, munnþurrkur. Það svolítið gefið að fólk fær þennan munnþurrk og það skemmir svolítið þessi kossar og ástarallot og ég tala ekki að þá náttúrulega bara munnmök eiginlega bara af borðinu, sko. Svo maður segir kannski eitthvað svona í sjónvarpi, ég veit ekki meira. Þú ert búin að segja þetta, þetta ekki ljótt orð, sko. Þetta bara mjög gott orð. En þá það bara af borðinu nánast fyrir þessa einstaklinga og þetta kannski partur sem skipti það áður rosa miklu máli. Og nú fyrir við aftur að tala þessi 3 atriði sem ég nefndi áðan, þannig að löngun, getan og fullnægingar. Þú veist, það löngunin. Hvað var það sem triggeraði parið áður? Kannski voru þessi kossar. Nú eru þessi kossar kannski off the table akkurat núna. Þú veist, og þá kannski þurfum við að finna sér eitthvað aðra. Það þá kannski bara að reyna að strjúka kynunum saman eða eitthvað slíkt til þess að reyna að ná því. Hárið, sumir eins og margir halda að hár sé kannski ekkert svo relevant, en eins og við erum í því að sleppa alveg bara, þetta elsku þátt, vil ég texta þáttinn? En hár, margir alltaf með hendunar í hárun á makanum sínum. Þetta partur að því áður þið farið í brúm á kvöldin. Það byrjað að renna aðeins hendunum í gegnum hárið á bóndanum þegar hann elda matinn eða eitthvað, sko. Og svo skapahár. Þetta hlutir, fólk heldur að það myndi aldrei sakna þess að hafa þetta. En kannski var þessi partur, það að fikta þess í skapahárunum eða eitthvað, það gæti kannski verið mjög mikilvægur þáttur fyrir þetta par. Og svo missir hann eða hún öll hárin af líkamannum og þá eru þið svolítið búin að missa þetta sem var eins og kíkli þeirra. Og brjóstin, að sjálfsögðu. Þú veist, það vita það flestir að brjóst oftast nær, ég vil ekki segja oftast nær, það oft. Þá það partur af kynheilbrigði parsins. Þetta kemur makanum oft til og oft það þetta það sem að konan nota til þess að örva sjálfa sig. Og svo fær hún brjóstakrabbamein, kannski finnur hann meinið í brjóstinu. Mann heyrt alloft slíkt, sko. Þá kannski verður þetta pínu off svæði fyrir hann, þannig hann búin að missa kannski eitthvað sem var einu sinni fyrir honum mjög mikilvægt og þar lendir hans núna löngun kannski svolítið lemstruð að bara, sem ég nefni bara sem dæmi og á sama tíma hún líka, hún kannski áttar sig ekki á því, ok, brjóstið farið, ég get lifað með því og allt það, en hún áttar sig kannski ekki á því að þetta var einu sinni hennar kýll til þess að koma henni í gírinn, þá var hann að fikta í þessu svæði og nú það farið og þau þurfa að leita sér að nýju og stundum áttar fólk sig ekkert á því fyrr en maður opnar á þetta. Var þetta kannski einhvern tímann, hvernig var ykkar forleikur, í hverju fólst hann, þó hann var kannski ekki alltaf eins, þá var kannski eitthvað sem litaði það. Skiptir ekki alveg rosalega máli enn og aftur, svo það sé nú aldrei sagt of oft, fyrir pör og myndir þú ekki ráðleggja með þína reynslu af þessum málum að sko þora að ræða þetta, skilur að tala um þetta að því að svo sé ekki sitt hverju horninu að einhvern veginn bögglast með þetta og kannski makinn sem makins veika og hugsa, ég get nú ekkert fara að tala um þetta við hana eða hanna því að sko veikindi skipta náttúrulega öllu máli og ég má ekki vera eigingjarn, þú veist, fyrir sjálfan mig og svo kannski hinn veiki að hugsa og ég get nú ekki staðið undir væntingum makans sko sem vill nú kannski stunda kynlíf, eitthvað svona. Þetta alveg bara vítarhingur og það sem þú ert að segja, þetta allt kunnulegt. Þú veist, þú færð til langar
kannski að sofa hjá makanum þínum en hann er með krabbamein, hann er veikur og þú bara svona bælir niður þessar hugsanir. Þetta ekki í boði núna. Og þar alveg en þið finnur hinn og bara, ok, hún langar ekki í mig lengur af því að ég er veik. Og þar með þessi báðir einstaklingar eru komnir núna í einhver vítahring og svo af því að það kemur ekkert feedback frá hinum, þá kannski verður þetta bara svona að spinna svolítið, vinna upp á sig. Og ef fólk getur ekki talað þetta við hjúkrunu sína eða læknin sinni eða eitthvað, þá allavega við hvort annað. Það eiginlega bara alveg... Bara númer 1, 2 og 3, því það alveg, þetta mun einhvern tíman, að því við erum bara kynverur, það þannig að þetta mun einhvern tíman að því að oft tekur þetta krabbameinsferli langan tíma og þetta krónískur sjúkdómar oft í fólki og jafnvel ykkur ár, að eftir mest áfalli þá kemur þetta einhvern tíman upp í hugan. Algjörlega. Katrín Ösp Björnsdóttir, þetta var brilljant spjall að mér fannst af því að þetta var svo fræðandi og þú kendi mér, einmitt líka benti mér á hluti sem bara ég hafði ekki hugsað út í. Takk fyrir að koma og spjalla um þetta. Já, takk fyrir að bjóða mér að koma. Og við kveðjum hérna í dag og bara þökkum fyrir samfylgdina, sjáumst aftur næstu viku. Bless.